Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Það vita líklega fáir að upp á gömlu verkstæðislofti í Hrísey að finna fyrirferðarmikið safn hljóðfæra. Mest þetta gömul orgel sem hljómborðsleikarin Gunnar heitinn Tryggvason safnaði, en einnig þar að finna hljómborð og ýmis önnur hljóðfæri. Gunnar samkaði á sínum tíma sér yfir 100 hljóðfærum, en þegar hann lést í ársbyrjun 2014 fjallaði skautfélaga hans, meðal annars þeirra Rafn Sveinssonar og Pálma Stefánssonar, að finna hljóðfærunum stað og jafnvel koma þeim á safn. Það hefur þó gengið heldur illa og nú svo komið að þau liggja undir skemmdum í Hrísey ef ekkert verður að gert. Gunnar heitinn bjó fram á Botni í Eyjafirði þar sem hann var með svona lítið einbýlishús og þar var gjörsamlega allt orðið fullt af hljóðfærum. Það var það var svona vallahæð að hann komst fyrir í rúminu sínu, fyrir orgelum. Og þannig að þetta var allt orðið svona yfirfullt Svo þurfti reyndar að rýma þetta hús nokkuð snögglega því að það kom upp í myglusveppur og þá var þetta sett í geymslu niður á Akureyri og þar var reyndar ósköp lítið pláss, mikil þrengsli og eitthvað þessu skemmdist nú svolítið þar, rispaðist svona og kvarnaðist út úr hornum. En þarna var þetta þangað til reyndar synir hans Gunna, þeir ákváðu það í samráði við Aðalstein Bergdal að þetta sent hingað út í Hrísey með það í huga að það komið hér upp safni sem hefur reyndar ekki orðið. Þetta að megin hlutanum til svona orgel eða hljómborð, hljómborð og orgel. Þetta nú eins og bara dæmi hérna svona, þetta var konu margir sem að eignuðust svona hljómborð bara til þess að kaupa svona, hafa svona heima hjá sér, svona orgel og síðan hér alls konar hljómsveitar orgel. Með segja hérna farfísu eina sem en mest þetta svona þessi sem að hérna svona þessi stærri. Svo reyndar eru líka hérna orgel sem voru í kirkjum. Já. Þetta var orðið þannig að því að þetta var nú orðið nokkuð þekkt að Gunnar að safna þessu. Þá var verið að hafa samband við hann hérna og þaðan af landinu og spurði hvort hann vildi taka við þessu orgel, annars því bara hent. Hann hefur tekið við því? Hann tók alltaf við. Hann gat ekki sagt nei. Ef hann vissi af einhver staðar orgel þá gat hann ekki sagt nei og fór gjarnan bara hérna eins og kannski vestur í Skagafjörð eða eitthvað og bara fór hann á bílnum og síðan var tróðið bara inn orgel í aftur endan og svo bara keyrt heim. Þessi hljóðfæri hérna, þessi orgel, þetta í nothæfi á Áslandi haldið? Stór hluti af því. Stærsti hlutin var nothæfin en eins og Pálmi segir þá skemmdist þetta dálítið í flutningum þannig að þegar þurftum að tróða þessu og náttúrulega setja þetta hvað ofan og annað. Þannig að manni fannst það svolítið sárt. Hvað þetta gamlir gripir eins og orgelið sem hérna þér á aðra hönd? Þetta geta verið orðnir eins og þetta hvíta hérna, þið sjáu kannski hérna inn á milli. Það orðið ansi gamalt og sum orgelin voru frá því bara, höfðu komið hingað 1800. Þannig að mörg af þessum gömlu svona harmoníum og svo gaman að það er kannski geta að sjá að hér inni stærðar upptökuborð og þetta borð frá því að SG hljómplötur voru á sínum tíma sem að gaf út fullt af plötum og tók upp heilmikið. Þetta borð, þau eru náttúrulega, borðin eru orðin allt öðruvís í dag því að allt orðið breytt í þessu. En Gunnar stóð til þetta til boða og hann lét gera þetta upp og þetta var bara flott borð og það komu hér með segja hljómsveitir að sunnan sem að vildu bara fá borðið, þeir vildu fá þetta gamla sound sem fékkst með því að taka upp á svona borð. Þannig að hér eru inn á milli eru bara, fyrir okkur eru bara dýrgripir En við erum og hefum verið í miklum vandræðum að fá að koma þessu almennilega fyrir. Það bara eins og stóri vandinn. Þrátt fyrir að hljóðfærin séu gömul og hafa á sínum tíma verið misverðmætt, þá telja þeir Rafn og Pálmi að mikil menningarverðmæti sé að ræða sem þurfi nauðsynlega að finna betri stað. Þetta eru mjög mismunandi gripir Margt af þessu voru ágætis hljóðfæri
En hins vegar þetta engin peningaleg verðmæti í dag. Það kaupir engin svona hljóðfæri. Kannski annars konar verðmæti? Já, þetta er náttúrulega ákveðin menningarsaga í þessu. Mörg af þessum hljóðfærum eiga sína sögu. Og það er nú svona þegar maður fer eldast þá er maður meira gaman að sögunni. Já. Það er einhvern veginn þannig. Og Röfn bendir á að það sem áður þótti úrelt í tónlist komi gjarnan aftur í tísku. Og margir sem vilja fá þetta gamla sándið eins og var í gömlu plötunum sko, og gömlu plötuspilurunum. Og ef ég er að hlusta á eitthvað gott þá fer ég með það á spilaran og hlusta á plötu. Það er mikra sánd, þetta nýja sánd er harðara eins og er í diskonum en svo er bara diskarnir búnir núna. Þannig að þetta fer allt í einhverju hringi. Svo eru menn farnir að gefa út á plötum í dag aftur. En talandi svona gömul hljóðfæri, það er náttúrulega fyrsta orgelið sem Ingimar heitinn Eydal keypti 1966. Það er vist heim í kjallara hjá Rabba. Já, það er heim í kjallara, ég geymi það þar. Sko. Já. Já. Það er ýmislegt til í þessu. Já, þegar maður fer að skoða hlutina, já. Er það notæft? Já, alveg í fína standi, alveg. Það er í fína lagi. Fína lagi, sko. Vinur minn sem á það, ég geymi það bara fyrir hann, sko. Þegar sumarnóttin leggst land og skóg á sofnar söngfugl í mó þegar húmið hylur holt og háar tó þú sofnar í ró. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.